Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinu sem við að þessu sinni tökum hérna upp á Sauðárkróki í tilefni atvinnulífssýningarinnar sem verður hérna helgina. En eftir atvinnulífshelgina þá tekur við Sæluvika sem víst náttúrulega alveg blúsandi mikil stemming á og við erum að taka þáttinn hérna upp á Hótel Tindastóli í Jarlsstofunni. En það sem sagt komið að því að ræða Sæluvikuna. Kannski bara til að byrja með hvað Sæluvika? Já, hún svona bæði svona menningar- og mannlífshátíð í Skagafirði og hérna þar fær fólk tækifæri til að láta ljósið skína og njóta sín og kynna því sem aðrir að gera. Þessi hátíð á sér langa hefð, byrjaði 1874 hygg ég, tengslu við sýslunefndarfundir sem þá voru haldnir og þá svona gera með sig glata í tengslu við það. Síðan hefur þetta svona þróast í það hátíð sem í dag og kannski verið svona með þessu sniði eins og núna svona kannski frá 1980 svona upp á 80. Ég hérna með bæklinginn og bara stór og þykkur bæklingur og svo bara fer ég þegar dagana og það bara 10, 12, 13, 14 atriði á hverjum degi. Og síðan það nú eiginlega þannig að þetta eiginlega meira en vika því að það eiginlega bara byrjað núna ákveðin dagskrá þó hún sé ekki formulega sett fyrir nú sunnudaginn. Já, það akkurat búið að vera dagskrá núna í 2 daga. Það það margt sem við erum með að við tegjum úr þessi eins og við getum í báða enda. Búin að vera fínu tólvengar nú þegar eins og með kvennakórnum Sóldísum og Kammek og Skagafjarðar og svo atriði í dag og svo grunnskólinn Östavatna og leikskólinn með umhverfisdag og að kynna verkefni sín þar. Og það ertu nú kannski með smá það verkefni, þurfum við ekki að nefna það? Jú, mér finnst það alveg upplagt því að það dæmi hvernig skólastigin hafa unnið saman allt frá leikskóla og upp í elstu bekki og hafa unnið hér bækling fyrir ferðamenn markverða staði að skoða og heimsækja Östavatna og með myndir og texti sem þau unnið með. Svo það að þýða þetta líka á dönsku og ensku og þessu verið síðan dreifst á ferðamenn í sumar, bara að vera að setja þetta í prentun. Þannig að þetta dæmi mannlífið og hvað fólk að gera hérna meðan þetta frábært að vera að nýta líka nemendur í eitthvað bara sem hægt að nota í alvörunni. Já, ekki endalaus ímynduð verkefni. Já, algjörlega og þarna eru þau mismunandi aldrei að leysa verkefni sem að henta þau. Nú kalla þið beint úr vinnunni. Já. Fórst í meiri stútun eða þetta nú komst. Já. Blár á puttunum og svona. Já. En Sæluvikan fyrir þig? Ágrætt fyrir kosningar samt það ekki. Sæluvikan fyrir mig og það fyrst að nefna kannski bara leikritið sem að fara frumsýna á sunnudaginn. Rjúkandi ráð eftir Jónas Árnason og Stefán Jónsson og lög eftir Jón Múla. Nú þetta man nú ekki alveg hvernig þetta samið, þetta gamalt leikrit sett og við erum aðeins búin að poppa þetta upp og maður segir svo. Hvað það völdu þetta leikrit? Já, það var nú stjórn leikfélagsins sem stóð að því. Ég veit svo sem ekki alveg nákvæmlega hvað það var en það hefur alltaf komið upp svona af hverju setji ekki upp þetta eða hitt og hafa komið svona smá krafa að sjá eitthvað eftir þá bræður. Já. Þannig held ég að þetta leikrit hafi verið valið. En þetta öflugur leikhópur og mikil svona leiklistahefð eða hvernig þetta hér? Já, sko leiklistahefðin gríðarlega, það búið að leika hér síðan 1800 og eitthvað. Leikfélagið búið að halda hérna nokkur afmæli, 100 ára og 120 og eitthvað. Það var byrjað að leika hérna í lok 19. aldar. Síðan laðist af þetta leikfélag Sauðárkróks og menn héldu áfram að leika undir öðru nafni og síðan kemur leikfélag Sauðárkróks aftur, man þetta rétt. Þannig það hægt að halda upp á nokkur afmæli, sko. Hvers vegna tekur fólk þátt í þessu? Hvers vegna tekur þú þátt í þessu leikfélagi? Þetta sjálfboðastarf, þetta mikið starf, þetta Sko, þetta alveg gríðarlega gaman. Og ég sé ekki eftir 1 mínútu sem fer í þetta, sko. Þó þetta séu 6 vikur og hvert kvöld og
6 vikur æfingu og síðan kemur sýningar, sko. Það er kannski 2-3 vikur þar og ekki, sko. Nákvæmlega. En Sæluvíkan að íta svolítið á fólk að gera eitthvað, að svolítið svona poppum menninguna og... Já, þetta hjálpar svolítið til að slá í og fólk hafi tilmynd til þess að koma fram með þess að það er að gera, sko. En við vorum aðeins að fara yfir þetta. Hvað er fleira? Það er leikhús eins og segir, við erum búin að fjalla karlakórstónleika og við erum búin að fjalla kirkjukvöld og... Núna erum við á morgun að setja glæsilega mannlífs- og atvinnulífssýningu í Skagafirði sem við höldum á 2 ára fresti og þar eru félagasamtök og fyrirtæki og ýmsir að bara kynna það sem þeir eru að gera, verður mjög skemmtilegt og málstofur í kringu það ýmis efni og það tekið til kostana á morgun líka hestasýning og verður örugglega mikið fjör. Keppni hjá ungmennum í hestaíþróttum á sunnudeginum og síðan erum við með myndlistarsýningar og við erum með fleiri söngskemmtanir og matsölustöðarnir líka eru hér með svona sérstakt prógram í Sæluvík og eru að bjóða upp á það. Þannig þetta er svona matarmenning líka á ferðinni og já, í hinn endan hefur Karlakorn heimi með tónleika og með Kristi Sigmundsson sem sinn gest og en dæmi myndlistarsýning það verður hér í Bakaríinu, myndlistarsýning frá Árskóla Efstæðastíginu, leikskólakrakarnir hér á Sauðárkróki í Árkjöf verða líka með svona menningarsýningu. Nú myndlistarklúbburinn Sólon verður með sýningu í Gúttó, mjög kraftmikill hópur hér, fólk sem er í því. Og það verður fótboltamót hér. Það er bara endalega, fólk þarf eiginlega að kynna sér bara dagskrána á netinu. Já, og böll og trúbótorar og bara fjör, sko. Þið eru svolítið að sparka sumrunni bara í gang með þessari viku, og svona fyrsta eiginlega sumarhátíðin sem eða svona fyrsta svona bæjarhátíð sem fer í gang. Já. En það er hægt að sjá, er það ekki dagskrána inn á Feiki? Jú, það er hægt að fara inn á Feiki og skagafirði.is og Visit Skagafirði sem er nýr vefur hjá okkur. Þannig að hvernig fólk til þess að kynna sér þetta er mikil og dagskrá að það verður æri alltaf að fara yfir hana. Yfir hana alla, en við verðum svolítið að nefna verða ekki vísnakeppni, hvernig var það? Vísnakeppni, já, ekki má glemma henni. Nei. Herðu, já, það er búið að vera vísnakeppni í sambandi við þessa Sæluvíku í, já, hvað ætli það sé, einhver áratugi, sko. Og hefur verið misselt meðal þá sem eru hagmæltir og þeirra sem að hafa gaman af vísum. En það sem sagt eru margir að taka þátt í henni og verða kynnt úrslit helgina eða hvað? Á mánudag? Og ég held að það hefði verið í gær sem að var síðasti dagur til þess að skila inn. Já. Og dómnefndin kemur saman á morgun, þannig ég bara veit ekki hvað þetta endar? Hvernig þáttakan er, sko. Það var gríðarleg spenna í kringum þessa keppni og mikill metnaður lagður í að ná árangri þar, þannig að þetta verður spennandi. Gaman að fá ykkur og ég bara hvet alla til þess að fylgjast með Sæluvíku og atvinnulífshelgi og öllu því sem er að vera hérna í Skagafirði, en við ætlum að lokum að fara aðeins yfir í Kaupfélag sem var að fagna 125 ára afmæli sínu í fyrradag og mér skilst að það hefur gjörsamlega tæmst kaupfélagið því að það voru svo geðveik tilboð. Einhverju segði að það væri 125% afsláttur, en það er víst eitthvað verið leikt. Já, það er líkt sannlega 100%. Já, sannilega. En við ætlum aðeins að fjalla Kaupfélag Skagfirðinga en kveðjum héðan frá Hótel Tindastóli í Jarlsstofunni. Takk fyrir komuna. Já, takk sem